Komið sæl og blessuð og velkomin í þátt 14 af styrktarþjálfaranum. Ég heiti Guðjón Örn Ingólfsson og ég hef verið með ykkur gegnum þessa þætti. Þetta búið að vera kannski smá brösóttan á þessu góða flæði sem ég ætlaði að hafa í upphafi með þættina. Ég ætlaði að ná bara 20 þáttum í röð en það er ekki alveg gengið svo vel. Ég byrjaði með þessa þætti fyrir tæpu ári og hef kannski ekki alveg náð að fylgja þessu week by week. Það er bara bæði það er mikið að gera í þjálfun og sérstaklega það kemur inn í pre-season eða mikið keisla bæði á mér sem og öðru styrktarþjálfurum sem að vinna í þessum knattspyrnuheimi og kannski ekkert allt og auðvelt að gefa sér þann tíma sem þarf í að gera þessi podcast á í þeim tímaramma. Í dag erum við að fá sem sagt frábæran gest. Ég átti frábært spjall við hann, reyndar fyrir skömmu síðan. Þetta er ekki alveg beint úr símanum þetta spjall, en ég ræddi við hann Stefán Inga sem er styrktarþjálfari hjá Þór Akureyri og hann er líka sjúkraþjálfari hjá þeim og er að gera virkilega góða hlutið þarna í þorpinu með sitt félag. Það er mjög gaman að heyra hans nálgun og hans hugmyndafræði, hvernig hann er að vinna með sínu fólki og hvernig hann og Siggi Höskulds hafa náð góðri kemistríu saman í að koma Þór Akureyri og stefnan auðvitað að koma Þór upp í efstu deild og hann má bara með augljósu sjá það að það er stefna með því að þeir að vera að sækja sér leikmenn upp á síðkasti og þar á meðal þetta engan annan en Aron Einar Gunnarsson sem er mættur aftur tilbaka í þorpið. En nú er verslunarmannahelgi, margir í fríi, það er auðvitað ekki eins og umferð í bestu deildinni þannig að maður getur sest aðeins niður og klára loksins að taka upp til dæmis þetta intro sem ég er að fara með hérna fyrir ykkur og svo erum við bara að æfa í kvöld í KR og það er bara undirbúningur fyrir leik sem er á móti HK í næstu viku. Eini leikur sem verður í þessari verslunarmannahelgi í bestu deildinni verður leikur Víkings og FH á morgun, þannig að verður gaman að sjá hvernig það er og Víkingur auðvitað góður rönni í sínu Evrópuverkefni líka, þannig að góður rytmi og mjög skemmtilegt tímabil í gangi þar. En svo þetta er bara kannski mikilvægt að minna á það ef einhver er að hlusta á mig til dæmis í bílnum á leiðinni heim úr ferðalögum og svona, munið að passa upp á það að halda næringunni góðri í verslunarmannahelgina og sérstaklega þið sem kannski hafa verið að koma eigum og eru að restarta ykkur eftir helgina munið að fá ykkur sölt og þá þetta er frábært og við fyrir beint í að tala styrktaraðilinn okkar. Við erum með fitnessport og við erum með Unbroken og þau bæði eru með frábæra vörur sem henda vel og fitnessport eru með þetta Wow Hydrate sem er frábær steinefnablanda og bara fullkomin svona drykku fyrir öll tilefni og hann er líka mjög bragðgóður og mér finnst bara fínt að hafa einn við höndina stundum og hella í mig nokkru sopum og þetta er staðinn til dæmis fyrir það ef maður er með eitthvað orkudrykk og maður leita ofta bragðinu frekar en koffínskotinu þá til dæmis frábært að hafa Wow Hydrate við höndina líka en þeir eru líka með High Five sem er hágæða vara sem hendar vel fyrir íþróttafólk og við höfum verið að nota hana bara í gegnum árið hjá KR hvort sem það eru orkugilin eða kolvetnablöndur eða bara electrolyte töflurnar, þær eru mjög góða líka og þetta nýtist mjög vel og hefur og íþróttamennir mjög ánægðir með efnið, finna orkun að koma og þetta er mjög mikilvægt að fá eldsneytið í líkamann á réttum momentum, til dæmis þegar við erum að performa í leikjum og erum þreytt í hálfleik, þá þurfum við að fá hratt orkuskot til að geta keyrt okkur aftur í gang svo við getum keyrt yfir hitt liðið að keyrt okkur í gang til að mætast á við hitt liðið en auðvitað Unbroken er kannski ætti að vera besti vinur allra þessa helgina því að þetta er algjör þingu bani og sérstaklega út af því að það er svo mikið af steinefnum og vítamínum í þessu sem keyrið í gang á ný og við erum að tala um að þetta veitir orku, það er B12, það er Zinc, Selen og Prolin sem eru í Unbroken og engin gervisíkur ekkert koffín og þetta er, má bara segja, algjör þingu bani þannig að ef þú færðir 2 töflur í glas þegar daginn eftir að hafa verið út á lífinu þá klárlega mun þetta gefa þig gott orku kick inn í daginn og aðeins að rífa þig í gang úr, hvað segir maður, úr aumingaskapnum. En aftur á móti hef ég verið að gera smá svona in-house study bara heima hjá mér með Unbroken og hef verið að nota Whoop band til að fylgjast með recoveryinu mínu. Og það er alveg magna ef maður tekur til dæmis 3 til 4 Unbroken töflur fyrir svefnin þá nánast undantekningarlaust er recovery mitt í 94% plus. Sem þýðir að ég er að ná virkilega góðum djúpsvefni og þetta henta mér mjög vel og ég er enda að tala við menn
þessa tilraun mína og þeir prófuðu þetta og þetta fer rosalega mismunandi vel í menn, sumir kannski eru kannski ekki vanur því ef þú hefur verið að taka ZMA og svoleiðis þá kannski hefur þú fengið áður þessu djúpsvefn því að það er þetta sink og magnesíum í því sem hefur klárlega jákvæð áhrif á svefnin en þeir sem hafa aldrei prófað að fara í ykkur og svoleiðis blöndur kannski verða fyrir smá sjokki þegar þeir fara í fyrsta skipti að prófa þetta þannig að kannski ekki hendilega henda 4 töflum beint í glas við fyrsta skipti þú hefur aldrei verið til dæmis að prófa ZMA fyrir svefnin en það sem þetta gerir bæði þau dreymir miklu meira og færi miklu meira í djúpsvefn og líka með næra endurheimta miklu hraðar þannig að ég mæli með því að ef þið viljið prófa þetta bæta svefnin ykkar kannski ekki alveg í fyrsta skipti gera daginn fyrir leik passið að hafa smá tíma í leik gætu jafnvel prófa þetta eftir leik ef þið viljið prófa að auka gæði svefnsins þá mæli ég með því að þau náðu ykkur í Unbroken og setja 3 til 4 töflur í glasið og sjáu hvort það hendi ykkur það sem við þetta geggja við þetta Unbroken er þessi margþætta og jafna orka yfir daginn og þú fær líka þá bara orku sem þú nær að keyra það aftur í gang og Unbroken er þetta þekkt fyrir þessa hröðu endurheimt út af því að taflan leysist upp á 7 mínútum í glasinu og svo fer það beint út í kerfið en svo fyrir við í loka sponsorinn okkar og þá þetta má ekki gleyma Biobú sem eru matvöruframleiðandi sem sérhæfir sig í lífrænt unninni vöru og gríska jógúrtið, mjólkin þeirra og hinn venjulega jógúrt er þetta frábær frá þeim og farið þetta í flestöllum verslunum og ef þú ert að fara til dæmis í off-season mode eða bulking mode þá bara tekur reyna stóra gríska jógúrt og neglir henni í þig og hellir mjólkinni þeirra yfir því að hún er með meira af lífsnauðsynlegum fitusýrum omega-3 og CLA heldur en hefðbundnar mjólkurvörur. Einnig eru Biobú með ótrúlega gott kjöt til sölu hjá sér, hvort sem það er steik, kjötbollur, hamborgarar. Þá mæli ég eindregið með því að þið kíkið á þá og smakkið á þessum frábæru vörum. En nóg að því, þá skulum við bara skella okkur inn í þáttinn og ræða við hann Stefán Inga, styrktarþjálfara hjá Þór Akureyri. Sæll Stefán. Og velkomin í styrktarþjálfarann. Þú ert gestur í þætti 14 viðmælandinn, frábært að fá þig hérna. Takk kærlega fyrir boðið. Þú ert hérna nú að norðan og ert með bara ábyrgð á öllu sem kemur nálægt líkamlega þættum hjá Þór Akureyri, ekki satt? Knattspyrnudeildinni. Jú, ég er rétt. Og kannski bara ágætt og farið svona aðeins inn á það hvernig þinn ferill hefur þróast og móta sem styrktarþjálfari gegnum árin. Kannski auðveldast að byrja því bara með að fara kannski með bakgrunn. Ég sjálfur var í fótbolta og skíðum sem krakki og fór síðan í crossfit þegar ég var 17 ára, hætti á skíðum út af ég ætlaði að fara einbeita mér á crossfit og byrjaði svo bara að æfa crossfit af svona keppnisleveli og gerði það í 8-9 ár og gegnum crossfit þá lærði maður svona mjög svona mikla dýpt kannski í styrktarþjálfun, var aldrei með þjálfara þannig að ég þurfti svona mikið að sinna þessu mikið sjálfur. Fer síðan í sjúkraþjálfun hann 2016 og klára það nám 2021 og þar lærði maður alltaf kannski svona meira kannski grunnhugmyndafræði bara varðandi líkamann almennt og bara svona fræðilegan bakgrunn og nýtti það og þú veist að þegar ég var í sjúkraþjálfunni og læra alls konar þá svona tengdi ég oft líka við bara styrktarþjálfunina mína og gegnum crossfitið og svo þegar ég er í náminu þá er ég að taka leiki fyrir Þór útileiki og þegar ég flyt norður þá byrja ég að taka svona meira hlutverk með öðrum sjúkraþjálfara og ábyrgð allir meiðsli með félaginu. Gerði það í 2 sumur, seinna sumarið þá var ég líka með svona fyrirbyggjandi þjálfun einu sinni í viku fyrir Þór. Þá var ég bara með svona mobility þjálfun, svona liðleika þjálfun og svo bara Nordic og Köpen styrktaræfingar. Og þá var bara þessi hugmyndafræðin svona að reyna, þetta kom kannski svolítið frá mér að reyna að fá þá til þess að gera bara svona preventative þjálfun allavega en ekki bara vera í styttingu og styrktaræfingum með einhverjum og en ég vissi ekkert alveg hvað ég voru að gera, en ég vissi samt að ég voru ekki að gera þetta, skiljum. Og ég fekk það inn og var það í bara samt sama hlutverki svona hjá liðinu
yfir sumarið bara sem sjúkraþjálfari og var að leikjum og sinnti því bara. Síðan var með beðin að fyrir tímabilið núna að koma inn sem bæði styrktar og sjúkraþjálfari. Og þannig, þá kemur nýr þjálfari, Sigurður Höskulds, og við saman myndum svolítið hugmyndafræðina á bakvið, sko. Þannig að ég var beðinn bara að koma með ég heiti Sigga og hann baði mig bara að setja upp bara hvernig ég sæði fyrir mér bæði pre-seasonið og on-seasonið og ég bara settist niður og hugsaði þetta bara út frá hvernig bara íþróttin yfir höfuð, þetta náttúrulega bara mikið bara distance coverage og svo short accelerations og hvað var í tilgangur með þessu og svo líka bara með þann tíma sem ég fékk þá bara prógramaði ég allt pre-seasonið og allar æfingar fyrir allar fótboltaæfingar uppbytunar eða gymwork fyrir hverja fótboltaæfingu og svo preventive hlutan sem Nordica Cup-in, styrktaprógram. Og já, þá nota ég bara svolítið mikið bæði náttúrulega bara það sem maður hefur lesið og lært og svo líka bara eigin reynslu og bara tilfinningu fyrir kannski hvað þarf að gera til þess að bæta styrk og hvað þarf að gera til þess að viðhalda sér góðum. Nota það bara allt inn í að byggja þessa hugmyndafræði, sko. Já. Þannig að þú getur tekið kannski eitthvað líka á CrossFit heiminum þá inn í þína hugmyndafræði eða hvernig hefurðu? Já, sérstaklega líka bara eins og liðleika hluti, bara mobility hluti, bara hvernig maður hvað ég notaði mikið sjálfur og líka bara sem ég hef lært að séð, bara að bara viðhalda liðleika og láta þetta liða betur, bara loaded mobility hreyfingar. Svo líka bara einmitt hvernig, bara almennt hvernig maður býr til styrktaraukningu, og hvaða hefur áhrif, þegar það lyfta þungt, hvernig bara tilfinningu fyrir hvernig þið líður, hvernig það hefur áhrif á hversu hratt þú hreyfir á vellinum og svo bara hvernig uppsetningin á því og hversu mikið magn það myndi ég segja að það hafi verið úr crossfitum þá að maður farið gegnum tugi, ég veit ekki, 100 styrktarsækla og bara og hvernig eitthvað tilfinningu fyrir hvað mikið, hvað lítið, hvað eðlilegt einhvern veginn, sko. Já, algjörlega. Heyrðu, já, þú fórst aðeins inn í menntunina þína sem sjúkraþjálfari og það þá sjúkraþjálfari frá Háskóla Íslands? Já. Ok, og í því námi ekki sett eitthvað þetta ekki farið ykkur ákveðna sérhæfingu í masterslutanum eða hvernig er það? Það bara stutt, þú hefur val áfanga á síðasta, í mastersnáminu. Það hefur val nokkra áfanga bara, en það engin bein sérhæfing í, þú ert ekki að velja hvort það verður íþróttasjúkraþjálfari eða öldrunarsjúkraþjálfari eitthvað þannig, heldur bara nokkru valáfangar. Ég tók þar íþróttasjúkraþjálfun í valáfanga sem var mjög góð, bara sem rauninni kennir bara hvernig þú átt að sinna starfinu á vellinum, sko. Já. Og var alveg mjög fínn í því, en það er ekki sérhæfing í því, sko. Hefurðu tekið svo í kjölfarið einhver auka námskeið eitthvað sem þú getur nýtt þér þá inn í fótboltaheimin eða þinn styrktarþjálfaraheim? Nei, hef frá því ég kláraði námið þá hef ég ekki fundið með neitt sem ég fannst einhvern veginn nógu tímasekundin virði til þess að nota sem einhvern veginn sérhæfingu. Mér langaði ekki bara að fara á eitthvað námskeið, bara til að fara á eitthvað námskeið. Og mér líður, maður búinn að sjá námskeið sem úti og conference og annað. En ég að leita núna bara og ætla að reyna að gera, fara eitt námskeið á ári og fara, með sínum að þurfa bara að fara allir erlendis til þess að viðhalda sér og líka bara dýrka kannski aðeins
skilningin á því sjessu sem mann langar, sko. Algjörlega, Og líka það bara innan, hvað segir þú? og tengslanetið, fá tengslanetið að Já, fara og klálega, sko. Það er mjög mikilvægt, sko. Nákvæmlega. Nei, ok, þetta er bara flott. Heyrðu, við vorum að ræða hérna það að þú ert hjá Þór Akureyri og þú greinilega hefur svona hægt og rólega vaxið í starfið þar. Er þetta orðið 100% vinna hjá okkur í dag? Eða þitt starf? Nei, ég vinn sem sagt 100% rauninni á stofu, sko. Svo mæti ég bara á þær æfingar sem að ég er með hjá Þór, sinni því, og svo er þetta náttúrulega bara falið vinnan náttúrulega í öllum samskiptum og við leikmenn, og ég er náttúrulega líka sinna meðferðum á leikmannahópnum, sko. Þetta er svona og 100. já, þetta er náttúrulega, já, það er svo erfitt að skilgreina nákvæmlega hversu stór vinna þetta er. Siggi náttúrulega er með sinn sterkan bakgrunn í svona styrktanum líka, en hann nær að sinna eftir bara prógrammingu og annað, og líka hans eigin fræði bara í hvað hann gerir fyrir æfingur og annað, að sinna því svolítið sem að ég hefði verið rauninni annars átt að vera að sinna. Já. En svona pjúra styrktaræfingar eða sprettaæfingar eða hopp, þá er ég á staðnum, sko. Þannig þú ert á staðnum hvað, 3 sinnum í viku, 4 sinnum í viku? Nei, ég er allt prísísonið, þá var ég með 2 skipulagðar æfingar í viku. Okay. Sem ég var á staðnum, sko. En líkamsþjálfunin var á hverju einustu æfingu, sko. Já. Svo sinnti hann við, já, hann var með sínar eigin pælingar varðandi svona, hvað maður segja, þolþjálfunina. Honum langaði að hafa svona on-pitch þjálfun. Ég var svona einhver hugmyndir fyrir með, hvort við ættum að vera í einhver svona sérhlaupaþjálfun. Honum finnst betra að nota bara vellin í það, og sem ég var mjög sammála líka, bara svona tímars líka virði. Þannig að hann var bara með sína eigin pælingar í því og var með sitt eigin svona hugmyndafræði að koma hann bara í gott stand, sko. Já, bara þetta fótbolta fitness, það er að segja. Já. Ert þú eitthvað tengdur í GPS-tækin eða er Siggi bara alfarið með þau? Nei, ég svona í öllu prísísinu, þannig að það voru alltaf inn í boga. Það sjáum við ekki hlaupatölur, sko. Við sjáum bara þetta play load. Já, þið notuðu það? Já. Hvernig er myndið það? Það kemur náttúrulega frá þjálfanum, hans reynslu, hann svona horfir á það sem svona gróf reikna svona hversu mikið leikurinn eða æfingin er að taka á leikmenn, sko. Svo sáum við svona vaxanda í því svona það leið á prísísonið, sko. Og síðan var mesta playloadið í fyrsta leik. Þannig að það var svona stígandi í, sem var svona ágætis indikator í að þjálfunin var svona progressive overloading, sko. Síðan notum við, í dag náttúrulega bara þessar helstu hlaupatölur, sko, líka. Og ég fæ bara svona update af þeim, ég spyr bara út í þær og ég fæ svona að vita bara hvernig almennt álag var á leikmannahópnum. Til þess að meta þá, næstu viku eftir eða svona eitthvað í kjölfari, sko. Algjörlega, og nú er þetta komið in season og allt bara komið á fullt. Þið eru komin í 8. úrslit bikar og bara veisla framöndan. Hvernig er þetta prógrama in seasonið? Er það bara week by week eða ertu með svolítið svona fasta hugmyndafræði yfir sumarið? Já, sko, hugmyndið var að við vorum með þannig að prísísonið var 12 vikna strength cycle og svo vorum við með svona eina sprettaæfingu sem við vorum að bara í pjúra sprint hraðaaukningu pælingar, sko. Það sem við eittum bara 45 mínútur bara í uppbytun og spretti og annað, og það síðan tókum við svona 6 vikna svona tapering phase eða svona inn í on-seasonið. Það sem við vorum að nota sambærilega æfingar, nema bara að intensity var alltaf aukast og fórum meir út úr því að, eins og til dæmis bara ef við vorum að gera Bulgarian split squat, þá fórum við yfir í þyngdar svona split squat hopp, skilur hann, það sniðist alltaf meira og meira hraða þegar við styrktum alveg on-season.
og náttúrulega endurtekningarnar fækkuðu og volumið svolítið líka. En við reynum alltaf að halda intensityinu háu þegar við gerum þessar styrktaræfingar. Og sama í sprettþjálfuninni, þá bara, þetta miklu styttra, þetta sambærilega hreyfingar, við erum að gera svona bandið spretti eða 15-20 metrar spretti, en bara í minna magni og minna í hoppunum, en intensity alltaf eins hátt við getum, sko. Já. Og það svona, þannig að þetta var svona, byrjuði svona miklu meira magni og að færði síðan yfir með svona ákefð. Og við reynum að halda upp þessu ákefðastigi eins og við getum innan skynsamlegra marka. Og þetta var mjög svona, vel sett upp sko á blaði og svo hefur þetta ekki alveg út af því eins og kemur þessu bikarinn kemur inn, leikinu vera fleiri, daginni vera færri sem við höfum, skilju. Þannig að við svona reynum að horfa á þetta í svona stærra samhengi og bara við sem að hitta þetta þegar það á við. Nákvæmlega. Eins og hægt sko. Já, nákvæmlega. Þegar þú talar ákefðin í liftingum, ertu með eitthvað sem mælir ákefðin í þessu? Til dæmis, ertu með eitthvað tæki sem mælir hraðan á stönginni eða ertu með einhverjar stökkmáttur eða eitthvað? Er þetta bara meira tilfinningin, bara hoppa eins hátt og getur? Já, ég svona, við ræddum mikið svona þessi test svona fyrir sísona, það var byrjað með þessu öllu og við svona einhvern veginn, okkur fannst það svona kannski ekki alveg tímabært og líka bara svona, hversu mikla hvað myndi gefa okkur fyrir líka tíma sem það tæki sko. Þannig við fórum svona meira bara að setja áherslu bara á gott fókuslevel, að menn sé að gera þetta að því ákveðastiði sem við eigum að gera og ég mjög svona þurfti að mjög stuttan tíma svona aðeins að brýna því. Þeir eru bara orðnir mjög fókusaðir við allt sem þeir gera og þeir setja allt í allar þessar hreyfingar sem þeir geta. Ég byrði bara að hafa lótið svona moderately þungt og hann ná að hreyfa sér hratt, skilju. Og mér finnst það svona skipta meira máli heldur en nákvæmlega, og maður sér það svona þeir alveg að hitta þessar pælingar, sko. Og við erum ekki með neitt svona staðlaðan búnað til þess að meta í rauninni hvað þeir eru að gera, sko. En það kostar líka sitt. Já, og aðstæðan kannski alveg að bjóða upp á tíminn og annað, sko, en það klárlega eitthvað sem var alveg hægt að gera, en mér finnst alltaf skipta svo miklu máli, hversu mikið vægi það hefur, skilur, hvað það raunverulega að gefa þér og myndi að breyta, því sem við erum að gera eða fleira, skilur. 100%. En út af við erum að tala svona að testa að mæla, eru einhver test sem tókuðu tímabili, einhver hlaupatest, hraðatest, einhvað? Ekki tók var með test sem hann tók, ég held að sé jóðutest einhvers konar, sko, þar sem hann að láta hlaupa og hann gerði það bara á fótboltaæfingu, sko. Og þá var hann að bara svona til þess að meta almennt stöðun á hoppnum, sko. Hvernig hvort við værum líka bara eftir leikstíl og annað, sko. En við ræddum hvort við ættum að taka sprinttest og annað fyrir, en við einhvern veginn svona bæðið mitt líka tími og annað, þá svona hugsuðu, sko, við gerum þetta eftir þess að þetta settu upp, með því ákveð sem þetta ekki, það ættir allir að bæta sér hraða, ættir allir að styrkjast. Þannig að við einhvern veginn gerðum það ekki, við endum einhvern veginn á að gera það ekki. Sem ég hefði svona eftir alveg verið gaman að sjá líka bara svona hversu mikið eru breytingarnar. En ég veit að það eru miklar breytingar, sko. En það var kannski svona, og það er eitthvað sem ég myndi vilja gera næst klárlega, væri bara svona að fá eitthvað svona grunnstöðu, bara það er svo auðvelt líka bara að mæla hopphæð, það er auðvelt að mæla spretthraða, sérstaklega ef við værum úti með GPS-mælingar, sko, en ég búa líka þá bara með einhverju geiti eitthvað svoleið, sko. Þannig að það væri alveg klárlega eitthvað sem ég myndi vilja gera næst, sko. Já, maður tekur bara skref fyrir skref og bætir í. Tókuð þið fitumælingu til dæmis? Nei, enga. Tókum ekki fitumælingu, við gerðum
já, við lögðum ekki áherslu á, við settum svona meira í það að æfingarnar eru góðar, fókuslegulega hátt, intensity hátt. Skiptir mér bara máli líka. Já. Þegar leikmenn að spila minna eða ekki til leikjum, hvernig ertu helst þá að díla við það? Sko, þegar, eins og til dæmis, ég sinni náttúrulega endurhæfingunni líka á leikmennum, þá passa ég bara að þeir séu að gera allt sem þeir geta og þeir séu að viðhalda bara hlaupagetu ef það er hægt, til dæmis leiða líka er hægt, ef ekki þá er að gera bara svona kardíóæfingar á hjóli og bara alla styrktaræfingar sem þeir geta. Síðan leið og að þeir geta að fara inn á völl og geta verið með á æfingum einhvern part, þá bara leið gera það og þá gera líka svona prep sem er gert alltaf fyrir æfingar og þá er líka að fá inn core-vinnu og mobility og allt þetta. Og síðan er það bara svolítið svona progressat, þau gera alltaf meira og meira á æfingum, bætir meira og meira hlaupum, þannig þessi að halda sér við á meðan þessum tímabili stendur, sko. Já, ég skil ekki. Þannig að það er svona, passa bara að þeir séu að gera, ef ekki meira, þeir séu meiddir, sko, þeir séu bara í hörku líkamlegri þjálfun, sko. Fyrir mér er það þannig, þegar þú ert meiddur þú ert að vinna mest. Það er bara basically svona staðan, sko. Ég er álíka að finnast ömurlegt að vera meiddur, svo þú bara virkilega leggur allt í þetta, sko. Virkilega klári að keyra á næsta skref, sko. Já, það er svolítið þannig. Þetta er fyrsta árið þitt, segiru, með Þór. Já, sem styrktaðilega. Spurning er basically hver er þín næstu skref á ferlinum, sem er kannski frekar furðulegt að spyrja þegar þú svona rétt svo að byrja sem styrktaþjálfari núna og líklega sér fyrir þér að vera í einhver áratna, ekki satt? Jú. Já, til að byrja með. Þú er búin að koma sko. Ertu uppalinn á Akureyri? Nei, ég er uppalinn í Reykjavík. Flutti hérna bara 2021 og ég hef búið hér síðan og ég er bara að fara að búa hér allan einhver ári viðbót, sko. Já, þannig að þú sér bara fyrir þarna að vera... Já, mér finnst, þetta er búin að vera mjög skemmtileg svona viðbót við starfi sem sjúkraþjálfari og ég einhvern veginn svona, þetta hefur einhvern veginn alltaf verið svona stefnan, einhvern veginn að vera allan eitthvað involvar inn í íþróttir og það var ekkert alltaf hugsað sem styrktaþjálfari en eftir að ég byrjaði því þá þetta er náttúrulega svo, þú veist kannski sjálfur, sjúkraþjálfun, styrktaþjálfun þegar kemur að íþróttamönnum, þetta er næstu því sama þannig þessi batteri, sko, þetta er alltaf bara að byrja á því sem þú getur og eftir meiðsli og annað og hvort sem það er styrktaþjálfari, sjúkraþjálfari, þetta er svo sambarlegt þannig að mér langar bara svolítið að halda áfram hjá Þór og einhvern veginn byggja og annað sem við erum að gera núna og jafnvel fari bara í ennþá stærra hlutverk þegar kemur að þessu og fá meiri tíma, fá meiri kannski prósentu í vinnu við þetta þannig að maður ná að gera kannski allt sem maður langar til að gera og klálega bara svona einhvern veginn stækka mig á þessu sviði, sko. Mér finnst það líka bara að gera mig betri sjúkraþjálfari, sko, ef ég er því betri sem að verður þarna, sko. 100% og núna líka til dæmis segjum að þið farið upp í ár þá þetta er svolítið mikið fyrir klúbbinn að fá því í stærra hlutverk því að það er alveg verkefni að vera með liðið efst. Já, það er bara klálega, sko. Þannig að þetta er bara, já, spennandi tíma framöndan hjá Þórsurum. Hver er svona mesta skepnan í liðinu? Þú átt að fara að nefna einhvern einstakling og þú veist, skepna er bara, þú ert ekki til að hugsa út frá liftingu, bara svona sem kannski the most athlete guy eða eitthvað svoleiðis. Sko, svona fyrir eftir, sko, svo bara, Ingimar, hann er gífurleg skepna að kemur að hlaupagetu þannig á öllum, sko. Hann er alveg, það er ótrúlegt að horfa á hann þegar hann er bara 97. mínútu og hendir bara í 30-40 metra sprett bara, hann getur hlaupið endalaust og er bara einhvern veginn alltaf klári að bara ótrúlegt hvað hann getur hlaupið þessi drengur, sko. Já. Og það er bara,
hann er bara með einhver uník talent að það, sko. Síðan, veist, inn í kannski, ég er nú ekki mikið verið með Birkir Heimis, en mér var séð bara svona hugafarið, veist, hann kom hann á eina lyftingaræfingu og bara, veist, maður veit, sá bara hvað hann er, veist, fókuslegulega hátt og hafa bara keyrt á allt og hérna, grimmur í því, sko. Og svo fleiri, veist, bara, veist, þetta er allt öflugir strákar í gyminu, sko, en veist, bara Fannar og Aron Birkir markmaður, þetta er allt saman mikla skepnur, sko. Því fleiri skepnur, því betra. Það er bara þannig. Þarna, bækur, námskeið, podcast og mælir með svona í lokin á spjallinu okkar. Já, veist, ég hlusta mikið bara líka tengt sjúkraþjálfun. Það sem að mér fannst, veist, hjálpa mér mest svona það kemur að styrktarþjálfun var bara einhvern veginn svona skilja mér rosa mikið bara svona grunninn og svona grunnfræðina og af hverju er gert hluti frekar en eitthvað annað, veist, og það er náttúrulega bara alls konar bækur, hvort sem ferði eitthvað djúpt í eitthvað frumulífsfræði eða bara við bara styrktarþjálfun almennt, sko. Svo hlusta ég bara hérna mikið líka bara á annað tengt sjúkraþjálfun kannski, en svo er ég bara mjög opinn á Instagram og fleiri samfélagsmiðlum bara einhvern veginn þegar ég sé eitthvað hugmyndir, eitthvað nýjar æfingar, eitthvað, veist, og þá svona, veist, vekur áhuga mig kannski og verið að skoða það dýpra. Þannig að ég er ekki með eitthvað svona eitt sem ég er eitthvað að hlusta meira á en annað. Ég er bara svona, reyna alltaf bara að byggja á einhvern veginn minn grunn og þegar ég er óhættur líka bara að prófa, líka bara sjálfu mér, veist, bara að prófa, veist, æfingar og annað, bara svona hvernig er þetta, veist, og hvernig lætur þetta manni líða, skilur, einhvern veginn. Algjörlega, ljómandi gott. Heyrðu, þá erum við búin að fara bara yfir málefnin, búið að vera gaman að ræða við þig. Ég ætla að fara að stoppa upptökuna en býta aðeins samt eftir hérna á línunni. Bara takk fyrir spjallið. Takk kærlega fyrir mig. Og ég tala aðeins meira við eftir smá.